að þetta ekki eitthvað hókus pókus og allt í hennu byrtast 4.000 leikskólakennarar, en við erum heldur ekkert að segja það sko. Við erum að segja að það þarf að hefja þetta samtal, það þarf að vinna þessu markmið og auðvitað áskoranir á leiðinni, auðvitað kostar ekkert einhvern pening, en það þarf að opna þetta samtal, hvernig ætlum við að fjármagna þetta, hvernig ætlum við að gera þetta, þú veist, það er verið að láta eins og þetta sé ekki æskilegt, skilur, auðvitað viljum við Nei, það er enginn sem segir það, Jónas, það er enginn sem segir að þetta sé óæskilegt. Nei, en það er verið að láta eins og þetta sé ómögulegt, kannski öllu heldur. Eins og þetta sé bara eitthvað óyfirstíganleg áskorun sem Íslendingar einir geta ekki leyst eins og hefur verið leyst á öllum hinum Norðurlöndunum. Ég meina þetta er bara fyrsta skrefið í að leysa þetta vandamál er að sveitarfélögin og ríki fara að ræða, hvað erum við að gera? Ok, það er einhverjar áskorunir, við þurfum fleiri leikskólakennara, hvað ætlum við að gera í því? Skilur, það er hluta af þessu samtali og þetta byggir á skýrslu sem að gera fyrir forsætisráðuneytið. Þetta er áætlað að kosti cirka 10 milljarða og þú veist, samtalið hvernig það á að skiptast, það er eftir, en ég meina, þú veist, okkur rís ekki hugur við þessa tölu. Það er hægt að finna lausn á þessari tölu, það er hægt að finna lausn á þessu vandamáli. En svo koma sjálfstæðismenn og kynna einhverja tölur upp á 150, 200, 300 milljarða, alls konar einhverjar aðgerðir og það er enginn sem spyr það, hvað ætlið að skera niður til að fjármagna þessar skattalækkanir, skilurðu, og ætlið að selja orkuðmiðin til hvers og er það betra fyrir ríki? Það er enginn sem spyr þau að því, sko. Nei, en munurinn er aftur á móti sá að sjálfstæðisflokkurinn segist geta skorað niður hjá hinn opinbera menn þeir eru það auka hjá hinn opinbera. Það er munurinn á því að þegar þetta er 200 milljarðar, munurinn á 200 milljardum er þá að segja við erum þá staðfastlega að fara að reyna að nýta meðal annars núna örugglega gervigrindarinnviði sem eru að koma hratt til þess að mynda minnka báknið. Þeir eru að segja að það eru 10 milljarðar sem við ætlum að setja til viðbótar. Landsbankinn var að gefa út spá það að stýrivextir myndi koma til með 8,25%. Þeir eru búin að vera að segja að ætla að vera með einhver sleggju til að berja niður stýrivextina en svo kemur þið í sveitarstjórnarstig og þá bara nei, við ætlum bara að gefa öllum allt. Ég meina við erum náttúrulega ekki að gefa öllum allt og punkturinn er kannski sá að ég meina þú þarft að fjármagna skattalækkanir á sama hátt sko. Nei, þú þarft þess ekki að þú sker niður. Já, ef þú sker niður. Hvar ætlar að skera niður? Skilur, hvaða þjónustu ætlar að skerða? Og það er enginn sem spyr Sjálfstæðisflokkinn að þessu.